Núna í byrjun aðventunar þá fór ég aðeins og við ræddum saman það muniði að við náttúrulega minnumst alltaf Jesú barnsins sem falleg mynd og við viljum hafa í huga okkar. En við myndumst líka og við ræddum það staðreynd að hann óx úr grasi, hafði hlutverki að gegna, hafði köllun á líf sitt sem hann uppfyllti og kláraði. Og mig langar núna, ef það er í lagi eitthvað vegna, að við skoðum einn þátt við komuna, við jólakomuna þegar Jesús fæðist, sem ekki oft talað um. Það ekki mjög oft minnst á þetta svona í söfnuðum landsins. Getur vel verið að það þýðir ekki það að fólk viti ekki um það eða hugsi það ekki, það bara ekkert notað endalega mikið til að fjalla um það. Og fyrsti kaflinn í Jóhannesar Guðspjalli segir okkur alveg helling. Segir okkur frá að upphafi var orðið var hjá Guði og svo framvegis. Og við ætlum að grípa niður í fyrsta kaflan frá 9. versi. Hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn. Ég verði eitthvað sem myndi eftir akkurat þegar þeir lesta. Ég verði að segja frá einni skemmtilegum söfnuði í Afríku. Þeir eru mjög svona, líflegir. Og ég var vitni að þessu og það var verið að predika. Predikarinn var að predika út frá þessu. Hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann nú komin í heiminn. Og leið og hann las þetta, þá stukku 5 eða 6 samkomuþjónar fram með vasaljós og listu á alla. Og þetta var bara, þetta fengum við bara upplifun, það bara að listi bara á hvern mann. Og þetta var svona kirkja með svona, hvað segir maður, með einn proppi. En þetta var mjög skemmtilegt. En sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn. Hvað verið að vitna til? Að sjálfsögðu fæðingar Jesú sem við væntum og jólin og höldum upp á jólin í tilefni af. Hann, Kristur, Jesú barnið, var í heiminum og heimurinn var orðinn til fyrir hann. En heimurinn þekkti hann ekki. Hann kom til eignar sinnar, en hans eigin menn tóku ekki við honum. En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að vera Guðs börn, þeim trú á nafn hans. Þeir eru ekki af blóði bornir, ekki af holdsvildni mannsvilja heldur að Guði fæddir. Þetta sjálf og sér eru vers sem mikið predika út frá. Ef við ferum fyrir því, ég hef nú oft heyrt þetta, þú hvert að tala um að ég aldrei tala um þetta. Róleg, þá eftir að koma. En sjáu hvað þetta stórkostlegt. Þarna verið að tala um það að allir þeir sem að koma til hans og endurfæðast. Ekki að þeir sem eru blóðibornir, þeir sem eru ekki að blóðibornir á holdsvilja en mannsvilja heldur að Guði fæddir. Fæddir og það ekki verið að tala um fæðingu að það sé bara hluti mannkýrsins sem eru Guðþóknarlegur og hinn ekki, það hefur ekkert með það að gera. Þetta hefur með að gera þeir sem koma og endurfæðast, það að segja, fá umbreytingun í hjarta sínu. Finna bara, Guð raunverulegur, hann núna að vinna í mér. Okay? Síðan kemur hérna síðasta versið og það þetta sem ég langaði að staldra við. Og orðið sem var þá Kristur, hjá Guði alveg frá upphafi, orðið varð hold. Orðið varð hold og hann bjó með okkur fullur náðar og sannleika. Ég elska þetta. Og við sáum dýrð hans, dýrð sem sonurinn eini á frá föðurnum. Orðið var hold, hann bjó með okkur fullur náðar og sannleika. Vitið hvernig þetta vers hljómar á grískunni? Það það sem ég ætla að tala um. Orðið var hold og hann bjó með okkur fullur náðar og sannleika. Á grískunni í beinni þýðingu hann kom sem tjaldbúð á meðal okkar og við sáum dýrð hans. Athyglisvert. Orðið sem notað tjaldbúð eða á enskunni orðið tabernacle. Hvað minnir þetta okkur á tjaldbúð? Það minnir okkur náttúrulega strax á Ísraelsmenn eyðimörkinni tjaldbúð Móse. Hvað var ég að segja daginn?
þegar við erum búin að sjá Krist og fyrir náð Guðs fatta hvað nýji sáttmálinn gengur út á, þá lesum við gamla sáttmálann með allt öðru ljósi. Við sjáum bara Krist í gamla sáttmálinn og munið eftir Jesú þegar hann gekk eftir uppreisnina og hitti lærisveinana 2 leiðina til Emmaus og hann fór að opna fyrir þeim og þeir föttuðu að hann opnaði ritningarnar, allt sem ritningarnar sögðu hann. Það var engin Nýja testamentið til þá, það var ekki til neitt. Einu ritningarnar voru Gamla testamentið, eða Hebrea biblían eins og við kallum það, bara Tóra og spámennin, Móse og spámenninir. Nú, hann hins vegar lauk upp ritningunum, Gamla testamentinu, og allt það sem að þau sagðu hann. Hann kom sem tjaldbúð, þetta ekki svolítið skrítið? Tjaldbúð Móse var byggð reist í eyðimörkinni og hún var mjög nákvæmar lýsingar frá Guði hvernig hann vildi hafa þetta. Svo þetta minnir svolítið á það munið, svo kom dýr Guðs, fyllti hið allra helgasta og dýr Guðs birtist þannig að það var eins og eldslogi að nóttu og skýstrókur að degi og hver sem hann hreyfði sig, þá fóru þeir og tóku upp tjald. Þetta var svaka hefur, ég veit ekki hvort að Guð hafi gaman að þessu. En allt skildan hafa hugsað og verður náttúrulega að færa mig á morgun. Vitið hvað mikið mála að setja sem tjaldbúð upp og taka hana niður? Þá vil ég færa mig á morgun. Tilbúnir strákar. Og svo bara af stað. Og þeir þurfti að pakka öllu saman og flytja allt. Hafutæski sitt og alla. Því hann var að fara eitthvað. Og þeir fylgdu Guði. Þannig að þessi setning að hann kom sem tjaldbúð minnir óneitanlega á tjaldbúð Móse. En það annað orð sem líka þýtt, eða annað orð sem við þýðum tjaldbúð sem staðar og laufskálar hins vegar. Það sama orðið í enskunni, tabernacle. Laufskáli þýðing á orðinu og hafið þið verið í Ísrael, nokkur okkar, hafið komið á laufskóla hátíð, hafið þið verið á laufskóla hátíð. Það sérstök hátíð sem haldin að hausti til yfir lok september, byrjun október í Ísrael. Og nú förum við að koma að kjarnanum sem við langaði að tala þetta bara örstuð pæling. Því þetta lykillinn af jólunum. Hvað með jólin? Jú, þau eru yndisleg. Ég mikið jólabarn. Þú veist, ég elska jólin. Ég elska allt, allar minningarnar á jólin, allar hefðirnar. Einu sinni elskaði smákókurnar meira heldur ég gerir núna, en þú veist, ég elskaði þær mikið en maturinn og allt þetta og heimatilbúið í ísinn og samfélagið við fólkið og fjölskylduna. Eitthvað bara ljósin, þetta yndisleg tíð. Ég átta mig alveg á að þetta ekki endilega yndisleg tíð fyrir alla, því miður. Því miður. En það ástæði fyrir því sem við vitum oft hverjar eru. En þetta það sem, og nú ætlum ég að tala laufskálan, af því að það það sem orðið kemur. Hann kom eins og laufskáli, dvaldi hjá okkur og við sáum dýrið hans. Þetta í Jóhannesar Guðspjaldinu. Hann kom eins og laufskáli, hann kom eins og tabernacle, hann kom eins og hvað í ósköpunum verið að tala Af hverju segir Biblían svona skrítin orð? Hann kom eins og laufskáli á meðal okkur. Málið að í Mósebókunum, það sem sagt frá, svo nú ætlum ég að lesa það. Það myndin sem dregin upp. Það skuggamyndin. Jesús raunveruleikinn. Fyrirmynd. Þið vitið það, ef ég mála mynd af ömmu minni, amma ekki ánægð. Það myndi bara ekki vera, en segjum svo. Ég málaði mynd af ömmu minni. Það vita allir að myndin ekki amma. Hún vísar á ömmu, hún segir okkur, amma, ef Halldór þokkalega góður málari, þá lítur hún svona cirka svona út. Hárið hann svona, og amma var sko með hár hingað, silfurgrátt, við köllum þetta englahár. Þeir sem eru eldri í kantinu, þeir muni kannski þetta englahárum á jólatrjánum.
Við tvö. Englahár, hvað þetta að tala um? Það var ákveðin skreyting, það voru sett yfir ljósin og það kom alveg svakalega flott birta yfir ljósunum. Jæja, nógu það. Amma var með svoleiðis hár og en myndin ekki amma. Myndin vísar á eitthvað sem raunveruleikinn. Það það sem Það eru fyrirmyndir, það eru myndir í Gamla testamentinu sem vísa á raunveruleikann. Og Laufskálahátíðin ein af slíkum sem Drottinn fyrirskipaði. Lesum í 3. Mósebók. Gefn fékk alveg hiksta þegar hún sá að ég ætlaði að fara að predika upp á Gamla testamentinu. Hvað það nú að fara að gera, Halldór minn? Hlustið. Á 15. degi hins 7. mánaðar þér hafið hirt gróður landsins, skuluð þér halda hátíð Drottins í 7 daga. Það voru margar hátíðir sem Ísraelsmönnum var sagt að halda og þetta var ein þeirra. Kölluð Laufskálahátíðin eða The Feast of Tabernacles. Fyrsta daginn skal vera helgikvíld, þetta 7 dagar. Fyrsta daginn skal vera helgikvíld. 8. daginn skal vera helgikvíld, þar að segja þetta búið, komum kvíldaginn eftir. Fyrsta daginn skuluð þið taka yður aldin af fögrum trjám, pálmviðargreinar og lim af þéttlauguðum trjám og lækjarpíl. Og þið skuluð fagna frammi fyrir Drottni Guði yðar í 7 daga. Og þið skuluð halda hana helga sem hátíð Drottins 7 daga á ári. Það ævarandi lögmál fyrir ykkur frá kyni til kyns. Í 7. mánuðinu skuluð þér halda hana, 7. mánuð ártalsins hjá þeim, skuluð þér halda hana og þið skuluð búa í laufskálum í 7 daga. Ef þið hafi verið í Ísrael, nú ætla ég að útskýra aðeins hvað þetta Ef þið komið til Ísrael á þessum tíma, þá sjáið þið að í stundum, ef þau hafa ekki mikið bakgarð eða garð, þá þetta bara sett oft út á svalir. En svo þetta sett í bakgarðin eða fyrir framan húsið og það byggður einmitt úr svona efni við eins og þarna lýst og sett tjald yfir og þetta eins og lítið hafið verið í Vestmannaeyjum á þjóðhátíð. Hvítu tjöldin þar. Nema þetta svona minni útgáfa því og hafa ekki svona ris á því og yfirleitt með slétt þak bara yfirleitt og svo þau skreytt með öllu þessu dóti sem hann var að segja hérna ætti að gera. Og þau eiga að búa í þessu í 7 daga. Allir innbornir menn. Það voru bara kallarnir sem voru þarna. Ég veit ekki hvort það getur verið, nú ætla ég ekki að segja það hvernig það var því að ég bara veit það ekki, en strákarnir þeir voru muniði umskornir og umskurnin á kallpyrringnum öllum var merki sáttmálan. Lofsi Guði fyrir það að konurnar voru ekki umskorðar. Bara lofsi Guði fyrir það. Hvort það var þess vegna sem fóru ekki inn, en þær voru hluti af. Þær voru hluti af sáttmálunum. Það var ekki skildur út undan ef að konur hafa haldið það, en ég vil líka upphverfa konur í nýja sáttmálunum. Því að hvað haldið að standi þar, konur? Það hvorki karl né kona í Kristi. Við erum öll eitt. Dásamlegt. Ef ég verið kona þá bara vá. En sem kall mér segja vá. Ég meina þetta æðislegt. Þetta hinn nýji sáttmáli, hugsið ykkur hvað þetta stórkostlegt. En þarna, sem sagt, allir karlmenninir, litlu guttarnir líka, þeir skyldu búa í þessu laufskálum þessa 7 daga. Til hvers? Svo að niðjar ykkar viti að ég lét Ísraelsmenn búa í laufskálum þá ég leiddi þá út af Egyptalandi. Ég Drottinn Guðiðar. Hafið þið einhvern tíma velt fyrir sig hvað í ósköpun við Guð að pæla? Hann tekur það út úr Egyptalandi, hann leiðir það út úr ánauð, þrældómi sem þeir voru búin að vera í 400 ár, bundnir í myrkri, þræluðu myrkrunum á milli, byggðu öll húsin, sumir segja að það hafi verið Ísraelsmenn sem byggðu píramidana fyrir faraóana, maður veit það ekki, þeir eru allavega þrælarnir sem að unnu við það. Þeir kannski hönnuðu það ekki, ég veit það ekki, en þeir þræluðu. Og þeir byggðu
bjuggu til alla steina til að hlaða, alla hleðslur í öll hús sem voru byggð og svo framvegis. Þetta var þrældómur. En Guð leysir það út og svo vill hann að allar þjóðir, hlustið á, nú ætlum ég að segja ykkur eitt, Móse, segðu fólkinu þetta, að nú vil ég að allar þjóðir vitið það var ég sem leiddi ykkur út úr Egyptalandi og lét ykkur búa í svona tjaldi. Og, ég meina, ef ég var Móse, þá hefði ég smá rökræður. Bíðist stráka, ég ætla aðeins að fara upp á fjall. Ég ætla aðeins að tala við hann. Hvað er þetta, okkur viltu að við búum í svona laufskálum? Til hvers? Megum ekki bara, við erum hvað sem er í tjaldi og það er miklu betra tjaldi en þetta. Búið í þessu. Í 7 daga. Veitir hvað myndin er? Myndin er þessi, að einn daginn myndi Guð koma með frelsaran og leiða allt mannkynið úr ánauð, úr synd, úr sjúkdómi, úr eymd og volaði yfir í frelsi. Og hann ætlaði að láta þetta fólk sitt sem hann kallaði út og leysti til frelsis búa í laufskála sem heitir Jesús Kristur. Þess vegna segir, Kristur kom sem laufskáli á meðal okkar. Fyrirmyndin var við förum inn í þetta hér. Hér erum við frelsuð úr myrkrinu komin inn. Í Kristi komum við út úr myrkrinu og inn í hann. Hann er laufskálin okkar. Við dveljum núna í honum. Laufskálin í Jesús Kristur og það var þessi laufskáli sem fæddist á jólunum. Hann kom eins og laufskáli því að ætlunin var alltaf að leysa okkur úr ánóðinni, þig og mig og allt mannkynið og leið okkur inn í Krist. Myndin er í Gamla testamentinu. Myndin er í Gamla testamentinu. Laufskálin hjá Móse var mynd sem raungerðist í Betlehem. Og ég get sagt ykkur það, stúdía af þessum laufskálum og laufskálahátíðinni hefur sannfært marga fræðimenn það að Jesús hafi fæðst að hausti til þegar laufskálahátíðin er haldin. Og hann var lagður inn í laufskála. Veit ekki það, hann má alveg vera í jötu mínu vegna að segja það. Svo lengi sem ég veit að hann er laufskálinn minn. Svo lengi sem ég veit að ég kem út úr kuldanum, inn í hlýjuna, úr myrkrinu, inn í ljósið, úr baráttunni, inn í frið. Innri frið, ytri frið. Þannig sem ég má dvelja í honum. Hann er minn laufskáli. Þetta er Jesúbarnið sem fæddist. Pælið í því, þetta er Jesúbarnið. Þetta er ekki bara falleg mynd af litlu barni sem fæddist í Betlehem. Og náttúrulega ef þið farið eitthvað til Ísraels, ef þið hafi ekki farið þá náttúrulega verðið að fara til Betlehem. Þið megi fara, Betlehem er undir stjórn Palestínumanna, en það er alltaf þið megi fara inn og það er dásamlegt að koma þar. Aðalmálið er haust. Nokkuð menn eru nokkuð sammála það að það er ekki 25. desember. En það er allt í lagi fyrir okkur að halda upp á þá. Svo lengi við skiljum af hverju hann kom, hvað hann gerði þegar hann kom, hver hann var þegar hann kom. Og skilja tilganginn með þessu litla barni sem fæddist. Það eru jólin okkar. Með öðrum orðum, á jólunum fyrstu kom húsið sem þú og ég megum nú dvelja í. Jesús er þetta hús, þessi laufskáli. Við erum umvafin að náðans, við erum umvafin að nærveru hans, við erum hrein og heil, læknuð á anda okkar, sál og líkama inn í laufskálanum, inn í honum. Við erum umlokin honum, við í honum, hann í okkur. Þetta er athvarf okkar í Kristi.
Sjáu hvernig myndin teiknuð upp fyrir okkur í hinu gamla til að sýna okkur hvernig það muni verða í raunveruleikanum. Svona öll Biblían. Stórkostleg. Amen.